Já, komið sæl. Við byrjum á að skoða þessa veðurtunglumynd sem var tekin laust eftir hádegi í dag. Þá sjáum við að það er víða heiðskýrt sérstaklega norðan og austanvert landið og þar var áfram hlýtt hjá okkur og hitatölunar komist upp í 28 stig bæði á Egilsstöðum og Hallormsstað og einnig í Ásbergi. En aftur á móti sunnan og vestanvert landið þar lág skýjahullan yfir og hitatölunar talsvert lægri. Ef við skoðum veðurkerfin hjá okkur í kringum okkur þá höfum við þetta háþrýstisvæði sem liggur nú milli Íslands og Noregs en hæðin hún nú svona aðeins að svona hopa til bæði suðurs og austurs og við það að þá opnast fyrir lægðarennunni upp með austurströnd Grænlands og það nú skil sem að mun nú koma inn á vestanvert landi í nótt og kemur þá væntanlega til með að regna vestanlands og síðan í framhaldinu að þá kemur hérna lagðinn á Grænlandshaf á föstudaginn og skilin frá henni koma inn á vestanvert landið og henni mun einnig fylgja talsverður vindur og síðan erum við svona í suðvestlægum áttum fram yfir helgina. Og á hitasviðinu sjáum við að við erum ennþá í hlýjum loftmassa og sérstaklega á norðausturlandi verður nú áfram hlýtt fram með helginni en síðan fara nú hitatölunar aðeins niður við þegar kemur fram á laugardag og sunnudag. Ef við skoðum eldgosaspána hjá okkur að þá eru suðlægar áttir í kortunum næsta sólarhringinn og því mun nú væntanlega gosmökkurinn leita út á Faxaflóann næsta sólarhringinn. Og það verður þungbúið á suðvestanverðu landinu á morgun, það verður þessi skilmunum sem ganga yfir landið í nótt en það mun rigna hérna suðvestanlands í nótt og síðan mun nú reynda stytta upp í fyrramálið en það verður svona dálítil væta á Suðurlandi á morgun, svona rigning með köflum og hitatölurnar svona í kringum 12-13 stigin. Á norðvesturlandi verður nú svona heldur léttara yfir, það verður nú væntanlega allskýjað á Vestfjörðunum en gæti nú brotnað upp skýjahullan hérna í kringum Eyjafjörðinn og þar gæti þá sólin eitthvað náða skína og hitinn svona kannski slegið upp í 20 gráðurnar. Á norðausturlandi verður ekki eins hlýtt og það var í dag þó að það verður nú hlýtt hitatölurnar svona í hæstu tölur í kringum 20 stigin en það verður talsvert skýjað á morgun og sem svona aðalástæðan fyrir því að hitatölurnar ekki hærri en raun ber vitni en það nú svona alveg þokkalegar. Og síðan á Suðausturlandi nú gert ráð fyrir að verði þungbúið og jafnvel einhverju væta hérna allra syðst. En síðan á föstudeginum að þá koma skilin frá næstu lagð inn á landið okkur og þá mun nú rigna svona talsvert landið vestanvert og það sem meira að þessum nú fylgja talsverður vindur og gæti orðið sunnan hvassviðri á tíma hérna við vesturströndina. Hæðasvæði fyrir austan okkur heldur vel á móti og því eiga þessi skil ekki að ná inn á austanvert landið og norðausturlandi gæti alveg verið baðið í sólskini en hitatölurnar svona verða þá í kringum 20 stigin þar sem verður hlýjast en annars svona víða í kringum 12-13 gráðurnar. Og síðan áfram á laugardeginum þá verður nú sjálflagðin komin fyrir norðanland og hún skilur okkur eftir hérna í suðvestanátt og hún verður nú svona, gæti nú orðið svona svolítið stíf svona allavega fram eftir degi og þá verður þungbúið og einhver úrkomi með landið vestanvert en á norðausturlandi og austurlandi þá verður nú svona heldur bjartara þurrt og þar verður hlýjast svona hitinn í kringum 16-17 stig. Og á sunnudeginum að þá verður nú svona farið að draga úr vindinum en við verðum áfram í suðvestanátt, áfram verður þá þungbúið landið vestanvert og einhver úrkoma en gæti orðið nokkuð bjart austanlands en hitatölurnar verða þá þar hæstar á landinu en svona farið aðeins að draga úr hitanum. En á morgun hjá okkur verður suðlæga átt svona gola eða kaldi, það verður svona víða þungbúið einhver úrkoma landið sunnanvert en svona helst að verði bjart hérna norðaustan til og þar verður líka hlýjast
látum duga veri, verið sæl.